pillubox, þetta er pillubox, loki á pilluboxi hann Já. opnaði með kjaftinum og einhvern veginn kyngdi í lokinu Og kafnaði og Já. það var svona sólgin í pillunar sko. Og þess vegna eru allir að tappar áfastir í dag, krekka mér. Já. Ég fengi svona Svona stikkið upp í mig Ég held að ég myndi deyja sko Insert dick joke here. Þröstur. Þú ert klikaður Oh my god Jú, ætlur við klikkaði. Velkom þér Það verður sem leiðis. Góðan og gullfallegan daginn Gullfallegan dag. Góðan og gullfallegan daginn eru komin að þur Yeah. Það er svo skrítið að horfa á Davíð með gleru How old are you? Old as fuck. Don't have to tell me twice Nei, akkurat. I'm a dinosaur Það byrja Nei, í já, staðlega maður Konan hérna, sem djók kom og gaf mér lesgliru Já, og ég setti þau upp bara eitthvað sem djók leitt svo á síman og bara oh my god svona sér fólk bara ok, svo hún er svona Jesus, gaf þið það sjón já hún gaf mér sjón Þú ekki alveg I love you so much friend já ég alveg þegar ég tók þau upp alveg haha fyndið og svo alveg oh fuck Já, síðan leist á hann alveg já nákvæmlega Sjá hún nýju ljósi alveg Nei, djók Hún er gullfalleg já ég veit Þú varst alveg, oh no What have I done akkurat Hvernig var bóndadagurinn hjá okkur? Fengiðu sparitótt? venjulegu dagur nei Nei Vitið hvað sparitótt er? nei Nei, ekki heldur Ég var eitthvað að heyra það eitthvað á TikTok Það er að gera sparitótt Ég eitthvað bara, what is that? hver var að tala um það? Það var einhver TikTok eitthvað kona eitthvað. Einhver kona? Og ég googlaði Já, googlaði meðan við tölum Hvað sagði hún Sparitótt á ensku? Nei, íslensku Já. Sparitótt ok En fækstu ekki neitt á nei bara, var konaðin bara ég fekk þegar ég kom heim úr vinnunni bara já alveg rétt til hann ekki daginn ok takk og svo er það bara búið Shit, en þú þröstur? Herru, sko, það var allt rosalega vel hlúað okkur í vinnunni. Það eru 2 konur sem eru að vinna í deildinni hjá okkur og fullt af kallmönnum. Og þær bara lögðu hérna alveg þvílíkt gúmmilaðu borð fyrir okkur, keyptu bjór og eitthvað svoleiðis. Svo bara 14:30 var hérna leikurinn Ísland-Króatía og það var bara búið að dekka upp fullt af stólum, sjónvarpi og öllu dótinu og það bara gjörðu svo vel stráka mínir og svo fengum við lítinn pakka og allt saman sko. Má ég koma að vinna þannig? Já, veistu það eru æðislega þessar stelpur og þvílíkt dekkra við okkur. Svo kom ég heim og svo hérna var konan búin að elda hérna lambalæri og dessert og þetta var wow, nice. Ég var einmitt ég fór með konuna hún alveg, hvað er með mér í Costco? Ég alveg, ok er hún að fara að gera eitthvað? Sem bara var hún bara sjálf að skoða það okkar hún alveg, er ekki gaman að koma í Costco með mér á bóndadaginn? Ég alveg akkurat það sem ég vildi nákvæmlega sem var eiginlega, já það var í hagkaup eða eitthvað mann ekki hvað já það var allar konur að kaupa bjór og rósir og þú erum alveg, já gott fyrir þá akkurat og hvað og hvað ég alveg bara, en ég kefti bjór fyrir þig hún alveg, má ég gefa þér hann út af deginum ég alveg, I love you so much right now Nei, haldið þið upp á valentínusdaginn, konudaginn, kalladaginn Nei ekki þannig, nei Ég get ekki þess að daga sko. nei, þetta er bara, ég veit ekki þetta er bara hver annar dagur sko what the hell, Það er hérna draugagangur hérna ljósin að blikka hérna Nei, ég er einmitt ég bara nenni ekki að vera að þvinga sérstaklega valentínusdaginn Herru, hvar eru blómin okkar á valentínusdaginn? Akkur, viltu blóm? Ég var alveg til í blóm Hvað hefur að gera með blóm? Það er ekki blómin sem skipta máli nei Það er hugurinn Já
blómin, þetta bara arfi sem deyr það hugurinn, ég var að hugsa því fór og keifti eitthvað Þetta nefnilega ekki hugurinn á þessum dögum af því að þarna bara skilda að fara að kaupa blóm Já, mér langar bara blóm á miðvikudegi Nákvæmlega, það þýðir miklu meira heldur en á Valentínusardag en svippaði sig yfir á ensku því langar ekki blóm því langar ég það sem hugurinn segir hugurinn gerir Sparitótt Googlaði þetta? Já, ég er búin að finna hvað sparitótt sko. Hvað það? Sýnd okkur það á mikrofónun Sko ég tek þetta hérna frá Blöss hún Gerður sjálf skrifaði þetta Sko þú ætti að nota Nova sleipiefni svona ætanlegu sleipiefni með góðu bragði ekki bara vasilínu úr hennar ömmuðinnar eitthvað Nei það er júursmisli grænsápa Jesus Nota Nova sleipiefni, setja á hendur og teipi Nota teiparhring fyrir dýpri og lengri fullnæðingu Það er óþarfi að kyngja teipinu Í Sparitotti erum við að vinna með að kissa, sjúga og sleikja Já okay. Hendurnar sjáum mestu vinnuna Þetta eru punktarnir sem hún Gerður segir Er þetta Segir hún eitthvað panusinn? Já, það er auka dæmi Já, það er svona bónus Það er bónusinn Já, ok Bónus, panus Já, panus og nota bossatæki Ok Bossatæki Strákar, við þurfum að fara í Ég var að krifja það eitthvað nánar Ef við ekki að láta Blöss sponsor okkur Það er hópferð á eftir Nei takk Allir eru að kaupa okkur rassatæki Já Fáum sponsor Nei Ekki einu svona fyrir sponsor Nei, það ekki? Nei, ég skal fá eitthvað annað Djöfull væri það fyndið ef við varum sponsaðir á Blöss og þau bara nenni að auglýsa rassatækin hérna Þröstur væri alveg No Og svo næsti þáttur heyrist svona bakvið allan þáttin Ég er að reyna að fá að fulla einhvern gegnum raskat ég ætla bara að hafa þetta meðan hérna Sér alltaf alveg ráðfullna einhverjum rennandi blöytir Anyway Við erum að brenna stólana Nákvæmlega sem þetta dey úr fullnæðingu That's a dumb way to die Dumb ways to die Wow Smá segvei er í það sem við ætlum að ræða Heims fólk sem hefur dáið Já Nei, fólk sem hefur dáið á heimskulegan hátt Og líka örglega heimst fólk En fullt af heimsku fólki sem lifir Við sjáum það daglega Var þetta ekki gott segvei? Þetta var briljant Þetta var frábært Náttúrulega Talandu segvei Við rættum náttúrulega það þegar segvei-görinn dó úr á segveinu Já, fór fram að kletti var það ekki? Fram að kletti En þetta var svona segvei inn í segvei Double segvei Vel gert Double segvei Já, aftur Double segvei Já, það er Ok segvei segvei Má ég ekki heldur að segja þetta Arigato Það var Ég hef með einhver sem í gamla dag það var hver sem svona vekjari þið vitið það Já, hann fór og bankaði á gluggana og var að vekja fólk en hann þurfti einhvern veginn að vakna og hann stilti sem sagt stein upp á hillu hjá sér og þegar hann var með eitthvað svona kerti sem tók bandið og steinin datt á gólfið en á einhverjum tímapunkti þá var hann búinn að færa rúmið sitt og steinin datt á hann og hann drap hann og það vaknaði enginn þennan morgun allir og senir í vinnuna Jesus, ég átti annarkort von á akkurat þessu að steinin eldi í höfðinu eða hann hefði brent niður húsið með kertinu það er bara fucking idiots þetta er svo miklu hálfvitar sko. Þegar við heyrtum hann Franz Reichelt Já hann var sem sagt Ungveri Nei, ég hef ekki heyrt hann Nú það ekki? Nei, ég sagði já Já, ok, þá skal ég segja þér Já, ok, takk Hann var klæðskeri og það var svona franskur klæðskeri og parachuting pioneer það var svona frumkvöðl í fallhlífum og hann sem sagt saumaði sér fallhlíf fór efst upp í Eiffelturnin og hoppaði fram af Það er til vídeo á þessu Já, hvernig endaði Þetta var 1878
það vídeo á Nei, þessu. fyrir ekki, 1912 Já, 1912 dó hann Og það vídeo á þessu og hann bara digli og náttúrulega spóla hratt út af því á þeim tíma er náttúrulega allt mjög hratt spilað Allar á amfetamíni en hann var svo viss þetta og hann hoppaði niður og Já, hann ætlaði að henda brúðu fram af og átti að gera það en hann hafði svo mikla trú á þessari uppfinningu sinni hann bara klæddi þessi í stökk og splatt Elsku kall Já, hann er svo mikill vitleysingur sko. séu, ég er með mynda á hann hérna á Wikipedia síðan hans en hann í Oh my þessari god fínu fallíf Já. sinni Ok, þetta er svona frumkvöld paragliding Það Já. var einn ég reyndir ekki með að skrifa bara allt í hennum myndi þetta það var einn gaur sem var með svolítið lítið TV Hey Stopp hér Það veist, hann var ekki veist, vaxinn mikið að neðan Já, Guð hataði hann bara Já, Ég þekki tilfinninguna anyway Voðalega erum við hörundsóri hérna Hann sko fór í ræktina og vildi aðeins fá aðtekli Ok, Svo hann lét bjúu í nærbuksurnar ok og var með teygju utan til að haldinni og veist það Svo þetta myndi allt sjást utan læra á sér Já, Og hann var byrjar að fá svolítið mikla aðtekli og veist, aðlega frá konum sumum köllum þeir voru eitthvað nice Já. nice big sausage Já, akkurat Hörðu, og hann bat þetta svo gríðarlega fast Við tippaling Nei, við læri á Við lærið á sér að síðan gerði þetta nokkru sinnum síðan eitt skipti þá var þetta svo ógeðslega fast Já. og hann fór á jammið og fekk blóðtappa og drafst á jamminu Nei út af þessu Oh my god Og nú skal bjúað haldast maður það var örgulega hérna rétt að veist það vera krifjan náttúrulega tekið úr buksunum gott andó Já Hann ætlaði ekki að fjölga sér þessi Nei, lítið tippi Og hvað myndir þú gera Þú veist, ok, þú fara aðtegli, ég hitti bara hætustu gælan á staðinu og bara, ok, ég skal fara með þér heim alveg, hann alveg, úps Má bjóður í dinner og Ég var bjúa Bjú og 2 kartöflur Hún er kallir ok Já, fyrst ég er komin Já, Spari tótt Það var í spari tótt heldur betur maður Herru, 1993 Gary Hoy Þetta er hérna lögfræðingur í Toronto Hann hérna var að hérna hélt ég alltaf fram að glugginn á skrifstofun hans væri óbrjótanlegur Já, ég veit af þessu Hoppaði út, brautu gluggann Já, datt niður 24 hæðir Var það ekki að rammin datt úr og glugginn hélst þangar til Jú. að datt allar niður Það var minnir að hafa eitthvað verið svoleiðis. eitthvað svoleiðis Já, Já, the glass held, Já. the frame didn't Já. akkurat fucking idiot Hörðu, Harry Houdini Já, æ Já, Veitir hver hann er? Já, það var, já, hann er dáinn Ha? I know What? Sorry, spoiler alert vitið ekki hver Harry Houdini er Ha? What? Hörðu, veitir hvernig hann dó? Hvernig var það aftur? Ég man það ekki Druknaði hann? Nei, Nei hann náttúrulega nærriði druknaði Já, sínu tíma já en hann var að sko, hann var að láta einhvern kýla sér svo fast, sko, hann var svo Já, alveg rétt rosalega mikill, hann var svo Sixpack sixpackin Já, já og hérna hann innvortis blæðingar Já. þetta er svona Viljið vinsalast ekki hlustendur láta kýla ykkur í maður svona Nei, þetta er fake í bíómyndunum bara sko Davíð gerði þetta einu sinni lit einu stelpu kýla sig með bókspúða Boxhanska bókshanska fyrir ekki Já, ekki í magan nei, í hausinn, Já. hann voru fyllir í og Davíð man ekki eftir neinu Nei Það síðasta sem ég man eftir þetta var, hún var búin að kýla mig nokkur sinnum og þetta var að finna því hún var með svo stóran mjúkan boxhanska og þetta var bara stelpa og eitthvað og það síðasta sem ég man er eitthvað segir, hei, kýldu hann hérna og rótast hann og svo bara man ég ekkert með fyrir daginn eftir en þú varst svona lappandi zombie sem í meðvitund og varst alveg ég var leið herðu, ef ekki raka þér hárið þú leið, jöp ég leið, samþyggi jöp, ég leið, ok bestu vinni mínir, yey þú veist ég vissi ekki að þú væri í blackouti ég rakaði hann svona hérna Keith
í Prodigy með 2 hanakampa Sigur einu á hestnum og Davíð vaknaði á morgun bara what the fuck og við letum lím í til að við vorum ekki með gel Þetta var fucking trélím með eitthvað anskotin sko, ég hef ekki að drepið eitthvað með hárun á mér og það var fucking amazing og sérstaklega þegar ég kom heim til mömmu mamma opnaði dyrnar fyrir mig morgunin eftir henni fannst þetta sjúklega að fyndið Já, en ekki að finna við það þið fóruð frá þessum stað við Bláfjöllum til að sækja mig upp á spítala og síðan fórum við heim og ég ældi fyrir utan hér þegar ég var á morfinni þegar ég var búin að brjóta mér upp henni og mamma henni opnaði ég og sér þú opnaði með hárið what the fuck Akkurat og hún labbaði bara ég er farin í vinnuna Mamma er dýrlingur að þóla þetta allt saman sko og eiga það Já Við verðum að gefa shoutout til allra sem hafa verið rúkaslega vondan dag og ekki fengið nammi sitt í sjálfsalanum hristan og fengið sjálfsalan yfir svo dag Já. True Það er ekkert smá mikið af fólki sem hafi Er þetta ekki fleiri sem hafa dáið þannig heldur en fyrir að hákalla árás eða eitthvað, þetta var eitthvað svona fáránlega Jú, þetta var fáránlega Death by vending machine Já, það er fucking hilarious Ef þú myndir, ég væri bara græðkinn drefur Akkurat, áttur þetta skilið Já, ég er með datt nýr á þetta líka og það var að tala um að fullt á svona amerískum hernaðar svona bases, military bases út allt, það var sett svona warning svona limmiðar á alla sjálfsala því að hermennir voru alltaf að reyna að stela eða hrista þess að vela þannig að þeir voru líklega að þeir dæju við það heldur en að vera í stríði Oh my god Jesus. Fucking read Sko, já, það má ekki Það má ekki ég veit ekki hvað ég að reyna að bera þetta fram Aeschylus Já ég prófa að lesa þetta Þetta var Grikki, einhver grískur svona spekulant, svona heimspekingur hann dó þegar hann fekk skjaldböku í höfuðið það var sem sagt fugl, það var örn eða svona eagle sem sagt sem að hafði veitt sér skjaldböku og mist hann og hann fekk skjaldbökuna í höfuðið og dó Spáði í ruglinu Sko Dúbidúbidú, hvað er þetta? Og skjálfbæk Akkurat, var þetta berum himni Var hann með skalla? Hlýtur að vera að hann hefur verið með skalla út af því að örnir henda skjálfbökum á steina til að brjóta skilina Já, Þetta var fun fact en það er allavega það er til svona böst á honum, þar er hann með mikið krullahár Mikið krullahár, já Var þetta hann? Hann var ekki skallatur, nei Hann var ekki skallatur Samkvæmt Wikipedia síðunni Nei Djöfisins vitleisa maður Þannig að við skulum fara varlega allir því sem sköllat og það úti Passi ykkur á skjaldbökunum En þegar það er mikið sól það var bara dæmi svona útisnúningur þegar við vorum í úlingavinnunni einhvern tímann og Trausti vinnur okkar hann Trausti hann er alltaf hlusta sko hann snóðaði sig alveg og skafaði sig og leta alveg svo hann bónskallaður sko Herru, og við vorum að vinna hjá kríuvarpi og þær voru allar í honum út af því að bara glansaði og bara ég var bara, nefnir ekki verið náðnir Akkurat, setta í húfi allavega það var svona smá segvei Gaman að þessu Herru, Julian Scruggs 1980 það var maður sem var að veðja við vinn sinn að hann myndi lifa af rússneska rúliðu en hann setti sko blanks í byssuna nema eina og skaut sig einu alvöru kúlu Shit maður hversu fokkin vitlaus ertu? Ég myndi ég elska Urban Dictionary Já, það er svo fyndið það er að vera að tala um alls konar svona kynlífsdót, skilur við, og eitthvað svona disgusting shit en ég hlætti á einu sem að, hvað heit það? Eitthvað Nigerian roulette eða eitthvað svoleiðis, ég man ekki hvað það var það er sem sagt þegar að það eru 6 ógeðslega fallegar konur frá Nígeríu Ég veit ekki hvað það var og þær vilja allar sofa hjá þér en þú getur bara valið eina og það sem þú veist ekki er að eina af þeim er með AIDS
Ég held að 5 af þeim var með AIDS og 1 ekki. Já. Og þetta bara í The Dictionary. Urban Dictionary. Urban Dictionary. Það fullt af svona disgusting shit sko. Tökum bara heilan þátt með það. Já, við þurfum að gera það. Urban Dictionary. Við getum verið með 2-partir sko. Það var geðveikt. Það var geðveikt. Mike Edwards þetta svona Final Destination bíómynda moment sko. Mike Edwards sem var í hljómsveitinni ELO Electric Lights and Orchestra hann var út að skokka bara as one does skokki skokk og svo kemur alltaf niður brekku húrrandi heyrúlla og beinti yfir hann og hann dó. Hvaðan kom? Oh my god. Frá toppinum af hæðinni. Dottið af bíl eða eitthvað. Einmitt svona, dottið af bíl og annar bíl keyrði á og byrjaði að rúlla og hann eitthvað djöfillega, ég ætla að hlaupa niður þessu brekku það var þessu gamla dag að hlaupa þér ungur. Þetta svo sannarlega Final Destination maður. Vitið þið sko í Disneylandi þá Gaston í Beauty and the Beast, leikarinn sem gerir það Gaston og það var mjög frægt þegar Me Too var myndböndin móru þá kom einhver kona og snerti á honum og springukassan og hann bara nei út með þetta eitthvað var eitthvað go viral já, þetta var klippið það sem í Disney-garðinum og hann lék Gaston ok. Anyways, hann dáinn. Nú. Hann setti köku, sem sagt púðurköku, á hausinn á sér og kveikti í hennu og hún sprakk í heilagi. Jesus Christ. What the fuck? Yeah, that happened. Þetta partur af góða fólkinu. Ef ég væri með fucking tertu skotertu bara krakkar, sjáuð pappa bara shit don't waste your day anskotin maður ég maður hefur gert ýmislegt og eins og með svona flugvelda eitthvað og vorum einhvern tímann með svona tífalibombu svona miðnættubombu sem ég setti ofan í buxunarskálna og prikið fór niður bara lærið og allt þetta og síðan skaut ég því upp og já, ég man þetta frábær hugmynd ég myndi að hún hefði ekki farið upp og var ekki svona fallegur í dag nei, var ekki bara ekki til í dag nei ég dattnir á Frank Hayes sem var svona kefti svona kappræðum á hestum ég veit hann það fannst þetta líka já. Að hann sem satt fekk hjartaáfall mér í keppni og dó en hesturinn hélt áfram og vann keppnina með hann dauðan á sér Heyrðu, já, ég las þetta eitthvað þetta var alveg stórfurðulegt þetta er weird sko Heyrðu, 1567 maður sem heitir Hans Steininger hann var rosalega frægur fyrir að vera með lengsta skegg í heimi á þeim tíma Vá, ég held að ég hafi einhvern tímann heyrt þetta oh my god, já svo kviknaði húsinu þess og hann alltaf að hlaupa út en fjallum skeggi að flæktist í skegginu sínu datt og rótaðist og brann inni oh my god datt hann ekki, breyta sér hálsinn og eitthvað það var eitthvað svoleiðis já, ég er ekki með alla söguna hérna minnir að hann hafi stíða á skeggið dottið niður stegan, hálsbrotna sem hann tekin út og skeggið hann sér til sýnist núna í einhverju svona museum sko. sem lengsta skeggi heima á þeim tíma ég bara sé svo mörg vídeo og eða myndir eitthvað af fólki með langt skegg og slípur okkar eða alls konar svona machinery sko, bara aldrei góð mynd ég er svona fullt af fólki sem á rennubekkjum og með, veist hipstera skegg eða hálsklút og veist, það er svona náttúrulega rennubekkir stopp ekki og
sérstaklega þegar einhver svona, ég ætla að tegja mig yfir og hann í gangi og það svona grípur aðeins í þig og bara splatt. Hafi ekki séð svona mig? Jú, hræðilegt þegar maður svo tuskudukkan. Akkurat. En svo sá ég á Insta held ég daginn. Þar var einhver 19 ára drengur sem ætlaði að stela kopavýr af Tesla-stöð. Já, þetta var bara nýlega. Þetta var bara mjög nýlega sko. Og hann náttúrulega bara klifti á og fekk bara þvílíkt stuð og dó. Og foreldrar hans fóru í mál í bensinstöðina eða orkustöðina. Já. Þú veist, how stupid can you be? Já, ég man eftir þessu máli. Þau mitt bara reyna að kæra og orkustöðum bara það eru viðvaranir hérna, það eru þú veist, þetta bara fucking common sense ofan á það sko en það töpuðu þau málinu Really? Þetta líka, veist, shout-outið allra sem eru að ræna í Bandaríkjunum fara inn á heimili og vera skotin bara við ykkur pistu það voru ykkur 3 úlingar veist, 19 ára eða eitthvað og þeir fóru og voru að ræna og þeir voru að skotnið og foreldrarnir ætluðu að kæra eigandan Þetta líka nýlegt. Mjög nýlegt. Þau voru eitthvað bara þeim vantaði bara pening hvernig eiga að lifa get a job Nákvæmlega like everybody else Nákvæmlega sko Hey, Bobby Leach geggja nafn samt Bobby Leach? Just Leach þessi Bobby Leach? Hann var svo svona ánægði með sjálfan sig og bara trú á sjálfan sér og hann fór í tunnu og ætlaði að fara niður hvað? Hann Nigeria Falls Wow Reynd aftur Þú tókst mig læginu Ég bara, hvað ætlar hann að segja? Niagara Falls Nú er að fasta með þetta haustum Hann lést moron eitthvað shit það minna litlu að ég hafði mismælt með eitthvað tekin af lífi sko og það er bara leið og ég sagði og það bara svipurinn að Davíð bara do you go on bara wow finish the sentence nei takk saman þegið já betur hvernig var hann týndist hann ekki heil lengi og fannst bara löngu seinna eða eitthvað hvernig var þetta? Jú það var eitthvað þannig og þetta annar maður ég man ekki hvað hann hét hann fór á jetski já heimitt niður Niagara Falls niður hvar? Niagara Falls Niagara Jesus Birkir ég ætla ekki að gleypa þetta út sko en ég bara fyndið mamma ámís ég sagði samt ekki neitt talandum fyndið það var hérna í forn Gríklandi þá var einhver annar svona spekulant sem hét Chrysippus hann dó úr hlátri eftir að hafa séð asna éta fíkjurnar hans Dóun úr hlátri? Já Svo þú getur dáið úr hlátri? Já, þú getur fengið þetta oftast það annarkvort hjartaáfalli eða köpnun Ástæðan Ég myndi deyja úr hlátri hérna bara kapna Það var ógeðslega fyndið Alli Help me og út af því að þetta upptökuð þá myndum við spila hláturinn með að það vera að bóta rónu hóluna Já, ógeðslega fyndið His last words Já, alveg bara Ói, það leiðilegur hann dó gerandi það sem hann elskaði rasista brandarar Þetta allt brandarar fólk, brandarar Já, síðan var hvað hét gaurinn? Það var gaur sem ætlaði að sanna það að jörðin væri flöt og hann bjóð til a rocket eldflög, notaðu íslensku Nei, ég nenni því ekki ég er
I'm talking to the kids, man. Þetta er svo international þáttur sko. Ég reyna að vera cool. Cool. Já. I'm trying to be cool, man. With your pocket rocket. Já, with my pocket Jesus. Altså, hann For the kids. Já, Nei. Bakka út þessu Næsta, ok. Hann bjóð til eldflög og skautinu upp og hann lifði af fyrstu skotið sitt. Já, Ok. Allavega. það er bankað Já, en síðan út af hann náði ekki að sanna það, svo hann gerði ennþá stærri eldflög með sjálfum sér í og skautinu upp og fallífin kræktist í á leiðinu upp og hann hrapaði til jarðar. sko, og þetta Idiot. fólk er að fjölga sér þetta fólk er að kjósa Já. þú veist Já. leiðtoga og eitthvað bara Já, já næstu. Sko, það er náttúrulega rosalega margir sem hafa dáið bara við það að vera að stela rafmagnsköplum og bara til að ná í koparinn Já. já. og síðan náttúrulega fullt af hérna, fólki sem er búið að vera að stela sko, koparpípum úr hérna, yfirgefnum byggingum Já. og það var eitt til dæmis sem var að því að stela koparpípum og eitthvað svoleiðis nema hvað þennan sama dag og hann var að stela þá átti að sprengja byggingun upp Shit. Hvað er Birkirinn? Hvað eru koparpípunar? Þarna er Birkir og þarna líka hann er bara út allt Halda ennþá í koparpípunum. nákvæmlega ég er hérna í Suður Kóru hann er ekki nafngreindur en það var einhver gamer sem að spilaði non-stop einhvern online leik í 50 klukkustundir og dó úr ofþornun og hjartabilun Í 50 klukkutíma? non-stop 50 klukkustundir að spila Hann hefur örugglega verið með sko a bucket. Er það Daði vinnur okkur? já, það lítur að vera fyrstaklega núna, hann kom með 9 tölvuna Með nýtaluna sko hann er reynda með bjórkjælin hann á baka sér Já, hann deyr ekki ofþornun Ekki ofþornun, nei. Blautasti maður sem ég þekki Þetta kemur úr hörðustu á Hæri, hann er rennblautur. Já. Ég er kannski blautur en ekki rennandi blautur. Hæri, Karl Frakklands konungur 1498. Ætlar að segja Frakklands fóringi Já, ég mismelti mig. Frakklands konungur. Hörði, hann labbaði á dyrakarm og dó. what? bara dó. með höfuðið? Já. já, ok Þetta verður örugglega mjög skreittur dyrakarmur Með sverð út Já. og eitthvað. akkurat Hvað er konungur okkar? Hurðakarmur 1, konungur 0. já, akkurat ég er þetta með Jason Findley Fondle Mike Bullocks hvað voru að tala um? Meinin, já, sko, maður Jason Findley, hann dó úr hérna svona rafmagnssjokki þegar hann var að tala í síman í kjallaranum hjá ömmu sinni og afa þegar það laust eldingu í húsið hann hélt í síman og dó bara raflost Var hann stór strákur? ég er ekki með mynd á honum en þetta var 21. mæ 1985 í New Jersey Yfirleitt fá stóri strákar aflost já What? Minni, þetta er bibbalag var þetta ekki stóri strákar gráta ekki? Nei, dansa ekki er það annar lag? Meira I'm so confused Ég veit ekki hvað við erum að tala um. Þetta er bibbalag Stóri ok. strákar fá aflost Já, ok. já Ég var ég var bara að fylgjast með. Ég hefði ekki hugmynd hvað þeir að tala um. já, mér rámar í Svo þetta ókúltu veraðir hérna Bubbi verður aldrei gamall Nei vitið þið hvað annað verður aldrei gamall? Hvað? Dead Babies Oh my god
Þetta var áþari. Þetta var eitthvað Moving on. Jesus minn alma. Tennessee Williams. Já. Veit ekki hann ekki búin að ná. Tennessee Williams, ameríski rithöfundurinn. Hann átti bróðir sem heitir Deacon Williams. Deacon. Já. Hann örugglega hálfsvartur eða eitthvað. En 1963 þá kapnar hann á sem sé flöskuloki þegar hann var að opna sem sé pillubox. Þetta pillubox, loki á pilluboxi. Hann opnaði með kjaftinum og einhvern veginn kyngdi lokinu og kapnaði. Já. Það var svona sólgin í pillunar sko. Og þess vegna eru allir að tapar áfastir í dag, krekka mér. Ég fengi svona stikkið upp í mig. Ég held að ég myndi deyja sko. Insert dick joke here. Þú stundum mér. Oh my lord. Og Birkir kom með reyfinguna sko, haldandi utan eitthvað í munninum og Jesus. Nei, oh my god. Moving on. Ok. Þetta var miklu betra heldur en ég ætlaði að segja sko. Shit, sko. Það sem ég stundum bara hérna lay up og beintu í kjaftin. Akkurat. Ég þetta með 48 ára gammal enskur eða brennskur sem sagt Brennskur? Breskur, enskur, brennskur. Hlæja þér núna. Auðli. Já. Kannt ekki tala, kannt ekki lesa. Gamall og rauðarður. Með gleru. Oh my god. Ég þarf að byrja að skrifa niður. Ég ætla bara að fucking drepa Davíð hérna. Alltaf að skjóta á mig. Anyway, haldur þú. Já, 48 ára gamall breskur vísindamaður. Hann dó eftir að hafa drukkið 10 gallon af gulrótarsafa sem að gerði húðin hans appelsínugula. Og þetta gerðist í febrúar 1974. Var það bara appelsínugula þegar hann dó? Húðin var appelsínugula þegar hann drakk 10 gallon af gulrótarsafa. Var og svo dó hann. Var þetta pappan Donald Trump eða? Ég held það. Já, sér allir bara gull. Já, bara næstu kynnslóð. Herri, Sir Francis Bacon. Já, ég hef heyrt hann. 1626. Herri, hann dó úr ofkælingu. Hann setti snjó inn í kjúklinga eða kalkun eða eitthvað og borða hann og dó þannig. Why would you do that? Já, það var náttúrulega salmonella líka sko og eitthvað. Já, þetta er svona hljómar eins og svolítið mix af ykkur alls konar. Já, þetta var 1620 og veist, hann var bara kælan og wow. Þetta er með því bara vitleysast sem ég veist bara séð. Þetta er fekk náttúrulega lungnabólgu og eitthvað. Já, þetta er eitthvað sem ég get alveg séð fyrir mér að hafa gerst 1970 eitthvað, allir að droppa sýru og þú veist, það er ok heitur, ég set bara snjóinn í hann. Já, hann fekk lungnabólgu og dó. Jesus Christ, maður. Fylli með það kalkuninn af snjó. Þetta er, fólk er náttúrulega bara vængið. Já. Hörðu, Ivan Maguire árið 1988 hann var sem sé Ivan Maguire. Það sagði ekki. Jú, Ivan Maguire. Já. Hann var hann ætlaði að hoppa með fallhlíf. Nei. Ekki Ewan McGregor. Nei, Ivan, okay. Ivan Man, okay. Not Ewan. Iron Man? What? Þetta er Maguire, ekki McGregor. Hann sem sé fallhlíf og hoppari og hann var með myndavél og var upp í flugvél og var bara að mynda allt í kringu sig og fólki sem var með honum og eitthvað og svo hoppaði allir út og hann með og var helt áfram að filma og það var ógeðslega gaman, yey! En hann gleymdi að setja á sig fallhlífina. Æjæjæjæj. What an idiot. Já.
This parachute is a knapsack. Já, nákvæmlega. Nei, þetta ástæðan fyrir því að allavega hérna á Íslandi máttu ekki fara í fallega stökk með myndavél fyrir nú búin að stökka svona 100 sinnum eða eitthvað. Ég man í hvað var. Okkur ekki. Af því að fókusin ekki á fallífinni. Já. Þú ert að fókus á, þú veist, ég verður að sjá hér og sjá þarna og eitthvað svoleiðis og gleymir að taka spottan eða eitthvað. Vá, hvað tún honum grænt. Já, nákvæmlega. Ég að zoom in? Ég sé stráin. Herri, Garcia Lopez. Garcia. Veist, hérna, Hola, Garcia. þetta frá 19. öld. Þetta svona spænskur landkonur. El Spania. Herri, hann var að sína hvað hann var góður með sverð. Svona, sjá hvað ég svona. Zorro. Og stakk sig og draf sig. Svo sittum við þetta og hlægjum við svo fáið Idiot Idiot Savage. Þannig sko. Þetta svona ákveði svona sko úrval náttúrunnar sem bara gerir sjálfkrafa. Já. Nákvæmlega. Það bara dumb people die. Það er bara þannig. Já. Þurfum alltaf að klóri í genalöguna. Ég hef alltaf verið að segja þetta. Já, samt situr þarna þá. Já. En ég hættur að fjölga mér. Ég gera það bara einu sinni. Já, ok. Hann mikið klárari en ég. Þetta enda allt vel. Já, þetta kom eitthvað gott út. Já. Ég með hérna svona menntaskólanemi frá Úkraínu, Vladimir Likonos. Hann var svo gaman að borða eða með tyggjó alltaf þegar hann var að vinna og hann var svona satt efnafræðingur eða svona chemist og hann var alltaf að setja tyggjóið sitt ofan í citric acid til þess að fá meira bragð og það urðu einhver efnakvörf og tyggjóið sprakk inn í mununum á honum. Hvernig bragð ertu með? Ég er með ekstra. Já. Stendur hérna Vladimirs ég ætla ekki að fá með þetta. Nei. Extra white. Akkurat. Nei, ég nefnilega ekki þýði þetta. Hann kemur hérna Vladimir's mother reported to police that she heard a loud banging noise coming from his room on the fateful Saturday night. Jesus. Já, his jaw had been completely blown off. Fuck. Já. Er þetta svona partur af Inside Out? Já, hann fókstala á rönguna þessi. Allavega höfuðið á honum. Það eru Karl Annar Karl Annar of Navarra eitthvað 1387 okay. Notabenni. Það nokkur ár síðan. Þó nokkur, herri, hann var eitthvað veikur og þjónarnir hans voru að lækna hann með því að setja klúta allir út í áfengi. Klútarnir. Okay. Og einn af þjónunum kveikt ávart í einum klútnum og kveikt í honum. Það kerti hann út allt til Já. Voru eitthvað bara, erum maður aðeins sjá hérna betur? Sir? It's a bit dusty in here. Are you still alive? Herðu, konungur Svíþjóðar Adolf Fredrik. Já. Árið 1771. Já. Hann borðaði bókstaflega á sig gat. Og hvernig þá? Hann bara borðaði þannig að hann dó. Damn. og sko í einni risastóri máltíð sko. og partur af þessari máltíð var sko humar, kaviar, sauerkraut, kampavín, alls konar kjöt. Birkir má ekki bara neitt og sjálfsögðu eftirmatur. Ég hefði líka sprungið. Já, þú mátt ekki drekka kampavín og humar. Þetta er hræðilegt fyrir þig. Við erum búin að ræða það. Somebody feels your pain. Já, raskatið mitt myndi springa. Skeit inniblunum mínum. Þetta er bara minnum svo mikið á Monty Python myndina man ekki, var það Life of Brian eða eitthvað. Það sem akkurat í lokinu myndinni er svona mjög feitur gaur hinn og veit ekki stað. Já. I need a bucket. I need a bucket. Alveg rétt. Ég er með Ísodora The wafer þín. Ég er með Ísodora Duncan
sem var Jesús þarf að dönkan já, Sagðirðu það? Ísadora Já, vá, ég var bara Jesús Duncan. þarf að dönkan Já. Gekkja nafna Já, hún fættist 1877 og þetta var einhver rosa frægur dansari og hérna Dansaðan til að gleyma já, dansaði mikið til að gleyma Já. Og já, hún var mikill aktivisti, feministi, darwinisti, kommunisti, eitthvað bla bla, en hún allavega sem sagt, þegar hún var 50 er hún í hérna Nice í Fraklandi Nice, sest upp í svona blæju sportbíl Já. og í gamla daga, munið ekki eftir í svörskoti myndunum, allir voru með svona hvíta trefla í svona opnum bílum, Jú, jú. hún var með trefil Og svona flexi-flex já, nema trefillin flæktist í afturhjólið á bílnum og drap hana instantly kippt henni út og dró hana eftir götunni og hún dó instantly Var hún að vera extra fancy með langa trefili sinna? já nákvæmlega, hún bara kiftist úr sætinu og í malbyggið og dó Ég verði svona að keira sér alveg Þórun? Ó nei Ói Herru, William Buckley 1757 Herru, þetta er breskur hersóðingi og þeir voru að marsera og hann var allir hérna eitthvað ég veit ekki hvaða land þetta er reyndar en allavega þegar hann dettur að hestbakinu og allt herliðið lappar yfir hann framan alla og tróðuð undir af sínum eigin hermönum Enginn sagði okkur að stoppa já, nokkulega ég átti að stoppa það eða nei, Jesus. áfram, hesturinn hans er aðna þá ok svona undir lokin svona, bara poll Já Og svo hérna John Allen Chow hann fór og ætla að tala við eitthvað ættbálk í Afríku eða í Suður Ameríku eða eitthvað slags eitt svona ættbálkur sem er fastur eitthvað staðar innilokaðar eitthvað staðar já. og eru svona partur mannættur og eitthvað svona dott og hann ætlaði sko, já, ég ætla að koma þeim til siðmenningar kynna það fyrir Jesú Krist já, Jesú er þinn seiver og allt þetta kjæftaði nei, hann var drepinn pældi í að gera þetta þau eru bara hann einmitt með spjótinn og allt saman og hann eitthvað bara er hérna í fótbolti og hérna er hérna biblíu og hann var étinn white meat it's back on the table boys já, bara eitthvað lítið eftir ok Taco Brie Taco? já, Taco Bell Taco Brie, ég veit ekki eitthvað svo leis, hvað er það að segja? eitthvað nafn ég er að reyna að segja eitthvað nafn Okay. sem er frá 1601 þú ert að slátra því doing a good job boy herru þetta var sko frægur stjörnufræðingur sem neitaði að fara á klóstið í konunglegu boði og það hann vildi ekki vera ókurteis og hérna þá blaður hann sprakk og dó hérna við matumborði oh my god spáði að vera þú veist, vera svo, sko, nú veitu allir og hlustundur hvernig er að vera í pissuspreng já, það er mjög vant og þetta var svona ultra pissusprengur já, bara shit, maður Techno Breach hérna eitthvað, ég veit ekki hvað hann heitir Techno Brie eða eitthvað Technoblade já, Techno Blade alla, hugsaðu að vera bara oh my god, bara ekki að deyja bara þröstur og svo í hvert einasta skipti sem ég heldir í glas og hliðin á hann og þú er eitthvað bara þröstur, ég er alveg að pissa á mig haldt í þér ekki vera dónalegur hjá konunglum hérna já, ok, sjálf heils bara þegar Birgeri, ertu sopnaður? Já, svo, ég veit það ég er með einn hérna algjöran snilling 2011 Jose Luis Ochoa hann var sem sagt í Kaliforníu hann var að þjálfa svona cockfighting hana já þú veist, svona hanar sem er að berjast við hvort annar já sem er ólöglegt fæta kokkin já, þetta er ólöglegt sem sagt að tveir menn eru með skilmast með kokkin out Já. og er að skilmast já, já ok já. ég skal senda það í vídeo
Nei, það var ekki það sem ég var að tala um Svona eins og í gamla daga, Davíð. Já, ég skal senda þér link á OnlyFans síðan mína Let's have a cockfight, everybody. Þetta er svo sé hanaslagur. Já Djúvel ertu dónalegur. Jói bara Nei, já, en hann hefur bara, hann var búinn að fá sektir fyrir þetta og eitthvað svona, en hann held þess áfram. En hann ætlaði sem sagt að ná svona the upper hand. Nú sé ég bara fyrir mér þetta tveir gaurar með tillingin í hendina með það að tala. Það er einu sem ég sé fyrir mér. Já. Anyway, ok, go on. En hann, Jose Luis Ochoa, til þess að ná the upper hand, ákveðin að teipa hníf við löppina á hananum. Já. Haninn stakk hann í löppina. Oh god. Stakk sem sagt þjálfaran í löppina og hann sótti sér ekki aðstöðar í 2 klukkutíma og endaði að deyja á sjúkrahús út af sárum. Þannig að hann teipaði hníf við hana, haninn stakk hann í löppina og hann dó. Þetta er alveg stórkostlegt sko. Alveg stórkostlegt. What the fuck? You had it coming. Já. Nákvæmlega bara, veist, herri, ekki skera mig. Og þetta er ekkert óalgengt að það eru teipar, rakvélablöð og hnífar og eitthvað við lappirnar á hönunum og svo bara sendur að Ekki slást. vera vondið við dýrin, maður. Jesus Christ, man. Don't be so bad with the cocks. Já, akkurat. Love the cocks, people. Já, be good with the cock. Já. Love the cock. Cock is your friend. Spartox! Þetta er stórkostlegt. Herðu, ég er búið með mitt sko. Já, við getum örgulega haldið þessu ára mega endalaust og þetta eru ekki síðustu mannskjöldar sem deyja á heimskuð, þannig að bara farið valega nút í kólk og notið heilbrigða skynsemi. Já, farið valega nút í kólk. Ég er ennþá með kokk á haulunum. Fólk. Yeah, all of you kólks. Takk fyrir geggjað þá. Takk í dag. Og byrði endilega Sparipop. Sparikokk. Þið mistu að bóndadeginum en þið ammali. Bye.